magna mál hérna næst. Fyrirsætt sem ég tók af rúf.is, það vonandi flestir sé þetta. Umdeildir samningar bensínstöðvalóðir. Þarna erum við að tala fréttaskýringuna sem var unnin fyrir Kveik, frétta rannsókna blaðamennsku frétta þátt rúf, en fékk ekki að fara í loftið og Marja Sigrún Hilmarsdóttir, blaðamaður, var vikið úr Kveik og með þeim orðum að hún hefði greinilega ekki það sem til þarf til að vera rannsókna blaðamaður. Eitthvað á þá leið. Já, hún væri betra að lesa bara fréttir sem aðri pikku til, sko. Já, hún fýtt fréttaþulur en ekki rannsókn og sagði, wow, þetta svolítið gróft, sko, því að ég treysti Ingólfi, ritstjóra Kveiks að ákveðnu leiti og ég hugsaði, sko, geti það verið rétt? Er það satt hjá honum að hún sé bara afleitur rannsóknarblaðamaður? Þangað til ég horfði á þessa fréttaskýringu í gær sem er augljóslega mjög vel unnin. Ég sá reyndar það eru flestir sem tala þetta sem mjög vel unna fréttaskýringu á samfélagsmiðlum, en ég sá svona einhverju svona, það eru þarna svona varðhundar valdsins sem er eitthvað, þetta var ömuleg fréttaskýring og hlutdræg en hún var það alls ekki. Hún var alls ekki illa unnin. Hún var mjög vel unnin. Og það kemur í ljós að Dagur B. Eggertsson í mestu vandræðum með að svara fyrir þennan gjörning sem beinilegt, sko, byggður bara á þessari stefnu, þessari pólitísku stefnu meirihlutans í Reykjavík sem hefur verið við völd núna í langan tíma að útrýma sko bifreiðum úr borgarlandinu, einkabíllinn eða fjölskyldubíllinn eða hvað við kalla. Við sjáum markvissa stefnu að fækka eða útrýma bílastæðum algjörlega og þá eru þetta bensínstöðvar þar inni. Og ákafin svo mikill að losna við bílana og losna við bensínstöðvarnar að hann svo mikill að það gengið til samninga sem raun og engin samningar. Bara Reykjavíkurborg bara afhendir alla sína samningsstöðu á silfurfati og gefur olíufélögunum sem að mylja undir sig hagnað á hverju ári milljarða sem sagt í réttum til þess að byggja olíufélögunum af öllum, sko, og allt til þess bara, við farum með bensinstöðunar, þá ég megi fá allt, bara 100 milljarðar, því að við erum bara meiri hlutin sem viljum bara losna með bíla og þannig það að það kemur fram í þessari fréttaskýringu að 5 af, þetta eru 12 lóðasamningar eða eitthvað slags, 5 þeirra voru útrunnir. Þannig að borgin hefði getað sagt, samningurinn er útrunnin, þið fyrir að ganga frá lóðinni, grafa upp eldsneytistankana og leggja húsin milljarð þau við jörðu og skila lóðinni eins og þau fengu hana, leigusamningurinn er búinn. Þetta hafa borgaryfirvöld nota bene verið að gera við fólk upp í Elliðaárdal. Já. Það fólk sem hefur verið með húsin sín á leigulóðum Reykjavíkurborgar, upp í rafstöðarvegi og í Elliðaárdalnum í áratugi og þeim hefur nú nýverið verið tilkynnt bara að gjöra svo vel, jafniði húsin við jörðu, skiliði lóðunum, leigusamningurinn er útrunnin, verið sæl. En Dagur svaraði þessu hvernig, það væri algjör bara stefnubreiting á borginni að umgangast lóðalegu samninga með þeim hætti að fólk geti ekki fengið eðlilega endurnýjun á sínum lóðalegu samningi. Já. Hvað með fólki í Elliðaárdal? Það er ekki samankosti Jón eða sér að Jón. Nei, enga veginn. Og síðan það góð klippa þetta sem við ætlum að sjá úr þessar fréttaskýringu. Þú manns hvað á að byrja, það var 9. mínútu, eða ekki? Að hún að spyrja hann út í þetta. Í maí 2019 alveg skýr hvað þetta varðar og öll gögn. Það ekki talað neinar krónur þar. Það ekki talað neinar krónur þar. Það talað það, jú, bæði í samningsmarkmiðunum og gögnunum sem fylgir með að... Hvar sérðu það? Það hér. Það bara talað að þau fái heimild til að skipuleggja svæðið. Það ekki talað að þau megi eiga byggingaréttin. Jú. Hvar stendur það? Það stendur hér í öllum þessum gögnum. Ég búin að lesa þetta. Hvar? Ég búin að lesa þessu gögn. Í erindisbréfinu sem að fylgdu mér. Já, hvar stendur að þau eignist byggingaréttin? Það
það tekið fram hér að þau fái endurnýjaða lóðaleigusamninga og það þýðir það og eignist byggingaréttinn sem að þau eru aftur fyrir. En af hverju stendur það þá ekki? Það var alveg skýrt í uppleginu frá upphafi. Þeim finnst ekki skýrt. Í þessum gögnum öllum gengið út frá því að endurnýjaða lóðaleigusamninga verði gefnir út en félögin eru með lóðaleigusamningana fyrir. Og allir sem þekkja til þessara samninga... Já, en fram að þessum samningum máttu þau reka bensinstöð á þessum reitum. Já. Þau máttu ekki byggja blokkir á þessum reitum. Nei. En núna mega þau það. Eða mega leggja fram tillögur um það. Já, ef við náum saman deiliskipulagið. Já, þetta nú bara brot... Fyrir borgarstjóri bara verið að gera ráð fyrir því að það þurfti einhvern veginn að vinna gjörsamlega. Já. Sem að ég mæli með að fólk horfi á. Þetta mjög Þetta myndi mér svolítið á annað fréttavital. Það var ambúsaður hann Sigmundur Dag með Vintris. Já, einmitt. Þarna var hann bara, það var svolítið svona gotcha moment. Já, algjört gotcha moment og hann gat ekki svarað, hann var miklu betri í einhverju viðtali sem ég sá daginn áður, sko, þetta var verið á stöð 2 eitthvað, þá fekk hann bara svona hálfgjört drottningaviðtal, sko, en hann þarna þegar að staðreyndina voru settar á borðið, þá kemur ljós að þessi olíufélög að fá frá Reykjavíkur borgarbúum bara að gjöf milljarða til þess að moka undir sig og borgin hefur hent frá sér allri sinni samningsstöðu til þess að bæta hag borgarinnar eða selja þessi réttindi til hæstbjóðanda. Það nú yfirleitt þannig bara að við erum með marga verktaka sem að bjóða í verkin og þannig fáum við sem mest fyrir gæðin en þarna sem sagt gæði Reykjavíkur borgarbúa bara gefin á silfurfati til olíufélaga og þetta er eitthvað sérstaklega þegar fjárhagsstaða borgarinnar með þeim hætti að við erum algjörlega bara eigum ekki krónu með gati á kúpunni og allt í niðurnýðslu að það ótrúlegt að fulltrúar okkar í Reykjavíkurborg hafi ekki haldið betur á spilunum og utanum hagsmuni borgarbúa heldur en þetta. Heldur betur. Síðan hitt að þessi affera öll varðar fréttaskýringa þáttinn Kveik og störf Maríu Sigrúnar fyrir RÚV. Það varpar líka ljósi á mjög undarlega stöðu. Hvers vegna var innslagið stöðað í Kveik? Hvers vegna var þetta ekki sýnt og hvers vegna Maríu Sigrúnar sparkað úr Kveik? Það hlýtur að svona miðal við hvað við sjáum í þessu innslagi ekki. Það er náttúrulega bara sýnt á endanum þegar háværu kröfu og þegar það var að líta mjög illa út fyrir RÚV að sópa þess undir teppi að þá urðu þeir náttúrulega bara þetta hefði bara verið banabitt í RÚV ef þetta er bara grafið niður og enginn hefði fengið að sjá þetta en þeir gera þess að gegn sínu vilja þá voru yfirmenn hennar Maríu Sigrúnar sem að stöðu þetta þar meðal Stefán Eiríksson sem að var áður næstráðandi og staðgengill borgarstjóra hann var samstarfsmaður Dags B. Eggertssonar hann er basically bara alla einans hann er bara samstarfsmaður og til margra ára svo eru þetta Einar Hermansson sem er borgarstjóri Einar, hvað er svona hann eftir? Ég man það ekki afsakið, þið er bara stóluðu mér Einar er allavega borgarstjóri framsóknarmanna og hann er auðvitað bara ný kominn úr áratugalöngu starfi hjá RÚV sjálfur Einar Þorsteinsson heitir hann þetta var algjörlega fárvænt en hann er allavega nátengdur og það er þannig lykt af þessu að RÚV hafi ákveðað að varpa svona hlífiskildi yfir góðum vinum og samstarfsmönnum hjá Reykjavíkurborg í meirihlutanum þar. Það er ekki gott fyrir trúveruleika fréttastofunar á RÚV ef við fáum bara einhverja brenglaða og beglaða mynd af málum varða borgina af því að það á að halda hlífiskildi yfir góðum samstarfsmönnum. Þetta er nefnilega mjög ólíkt RÚV að gera eitthvað svona. Já, mjög. Þannig að þetta er alveg. Þetta er sjokker. Þetta er sjokker. En
Já, vandræðalegt að vera að segja eins og þér. Og ég vil segja að þetta var virkilega vel unnið innslag hjá henni Maríu Sigrúnu. En pældi að fara út í þetta, skilur að rekana og halda þá sé þetta bara eitthvað búið. Það er frekar stúpid, sko. Það er mjög grunnhyggið. Og ég tók nú eftir það voru einhverjir svona að leggja orði í belg, hvað þetta varðar. Ég ætla að finna nokkur komment. Frosti Sigurjónsson, hann segir Kastljós hefur nú loks birt fréttaskýringuna sem RÚV vildi leyna en hún fjallar gjafagjörning borgarstjóra til olíufyrirtækjanna. Lóðalegu samningar olíufélagana undir bensinstöðar voru að renna út sem hefði þýtt að olíufélagin þyrfti að hreinsa lóðurnar og skila þeim til borgarinnar. En borgarstjóri framlengdi samninga þess í stað og lét í kaupæti fylgja með byggingarétt að 100 íbúða sem afar verðmætur, líklega 10 milljarðar. Það er vandræðalegt að hlusta á tilraunir borgarstjóra til að réttlæta þessi afglöp. Allir verða að horfa á þetta. Haldi, hann hefði getað notað hennar pening til að byggja göngubrú í Fossvoginum. Já, þess að frábæru göngubrú sem að... Jesus, þetta er svo mikið spilling maður. Vá! Og í innslæginu þá er upptaka spiluð af fundi borgaráðs þar sem það hefur verið að gagnrýna þetta og Dagur B. Eggertsson sagði þá bara eru þið alveg galin? Eru þið alveg galin? Ætlaði að nota pólitískt lúabræði til að koma að höggja okkur með þessu. Og hann Glúmur Baldinsson skrifaði þarna eru þið alveg galin, spyr fyrirverandi borgarstjóri gagnrýnendur og bara hávar í fyrsta sinn og æstur í fyrsta sinn. Hann sem sé virðist hafa gert það sama á Davíð Oddsson og Halldór Ásgrímsson í den í einkavinavæðingunni í upphafi aldarinnar affendir almanna eigur á silfurfati til olíufélagana. Byggingareiti upp á milljarða, allt fyrir slikk, allt í þágu samfélagsins og grænnar byggðar og lofslagsmála að sögt borgarstjórans fyrirverandi. Er það furða að háttsettir vinir og frændmenni dags innan RÚV hafi viljað halda þessu fjarri almenningi? Dagur B. Eggertsson, svokallaður vinstrimaður, hefur fokkað upp nánast öllu sem hann hefur snert í sinni borgarstjóratíð. Ég hef sagt að Bjarni BN sé spiltasti stjórnmálamaður nútímans, kannski hafði ég rangt við, segir Glúmur Baldvinsson. Búm! Nákvæmlega, og aftur, þetta er þessi blinda, þessi þrönga sýn og alger blinda fyrir öllu öðru heldur en þetta er þessi umhverfis árátta sem að gera það verkum að öllum öðrum hagsmunum er bara kasta á glæ og við erum að gera allt til að losna við bílana grænni, við gefum milljarða bara til að losna við bílana. Þetta er galið. Og til olíufélag, ég vil bara ítrekka það eins og þeir sé bara eitthvað þurfa á þess að halda Inn á fjölmiðlunördum sá ég síðustjóra skrifa Kastljósþáttur kvöldsins sem gjafagjörningar Reykjavíkurborgar til olíufélagana var vel unnin og afhjúpandi. Fínasta blaðamennska og með engum móti hægt að skilja hvers vegna þátturinn þótti ekki uppfylla gæðakröfur Kveiks eða hvers vegna ritstjóri Kveiks taldi Maríu Sigrúnu Hilmarsdóttur ekki eiga heima í því teimi. Úr því búið að sína þáttinn væri við hæfið að ritstjóri Kveiks útskýrði hvað það var í vinnubröðunum sem ekki stóðst hinnar stífu gæðakröfur. Já, efnislega gagnrýni frá honum, hvað var að, bara undir eins. Það væri mjög tilhlýðilegt að heyra það. Og svo að lokum Vigdís Hauksdóttir, hún skrifaði líka hvar eru RÚV strákarnir núna sem sögðu að rannsóknarblaðamaðurinn María Sigrún væri ekki starfi sínu vaksin og ráku hana úr Kveik. Þeir eru ekki með tætnar þar sem hún hefur hælana. Betri fréttaskýringaþáttur hefur ekki sést í mörg ár. Dagur B. var samur við sig og hikaði ekki við að ljúga trekk í trekk. En María Sigrún lét hann ekki komast upp með neitt og rak hann tilbaka með alla fróðuna. Nú hljóta Reykingar að vakna þegar að siðrof ráðhúsins verður þeim ljóst með þessum skýra hætti. Já, eins og ég segi, Ég ætla bara að ganga svo langt að segja þetta. Þetta er bara gjössalega misheppnaður borgarstjóri. Bara allt sem hann hefur lofað. Já. Aldrei staðið við það, þú veist. Ég veit ekki, ég er samt alltaf með eitthvað svona smá svag fyrir degi, Já, ég meina því hann er... En hann hefur marg svikið mig með leikskólamáli. Já, og bara líka þetta græna shit, maður, come on, maður. En mér finnst í grunin einhvern veginn að vera eitthvað gott í degi bíagerðinni. Ég veit ekki af hverju. En mér finnst þetta að vera í grunin góðum maður. Hann er algjörlega, eins og ég segi, blindaður af þessari umhverfis stefnu sinni. Sem að hann örugglega trúir að sé bara að tilgangurinn helgi meðalið því að það sé svo ofboðslega göfugt markmið að ná einhverjum grænum markmiðum í Reykjavík en það getur ekki heimilað svona gjafagjörninga til olíufélaga
sko að því núna þetta bussi frá því, hann með eitthvað pólitíska skoðanir og eitthvað áherslur sem ég kannski ekki sammála, gott og vel en hann að nota, þú veist, hugsalega spillingu til að koma þeim að framfæri, það gerir hann ekkert verri en mann, betri eða verri en mannin sem hann að gaggrina alltaf. Sjálfstæðisflokkin. Nákvæmlega. Ef að við erum að borgarbúar að tapa milljörðum til þess að persónulegt svona gælu eða hugsjón dags verða veruleika, þá það ekki gott. Og það væri líka aðeins öðru sig, ef borgin væri að skila bara geggjum hagnaði ár eftir ár, ekki bara í skítamálum, sko. Nákvæmlega. Fáránlegt.